Þetta er verkefni 15 á blaðsíðu F23. Nú ætlum við að fara að nota sömmifallið hér, finna virðisaukaskatt af öllum vörum hér sem eru merktar með tölunni 1. Fyrst erum við að leggja þær saman og þar notum við sömmið. Sömmifallið leggur saman tölur á ákveðnu svæði samkvæmt ákveðnu skilyrði. Við smellum hér á FX-hnappinn og ef við erum ekki með sömmið í listanum, skrifum við það hér og smellum á Go. Smellum hérna á sömmið og svæðið er virðisaukaflokkurinn og skilyrðið er að hann sé merktur með tölunni 1 og þá leggur hún saman allar tölur á þessu svæði sem eru merktar með tölunni 1 í E-dálki. Þannig að við drögum yfir þessar tölur hér. Við gerum það sama hér, við getum ekki afrita niður. Þannig að við þurfum að fara aftur hérna í FX eða function-hnappinn, finna sömmið, nú er það efst hjá okkur. Svæðið er virðisaukaflokkurinn, skilyrðið er 2 og svæðið sem á að finna eru allar tölur sem eru merktar með tölunni 2 í E-dálki. Það eru þessar tölur. Nú ætlum við að finna hvað virðisaukaskatturinn er hár af tölunum og þá setjum við inn formúlu sama sem þessi tala hér mínus þessi tala hér deilt með, við þurfum að opna sviga því að plús og mínus skipta liðum og við setjum 1 sem er 100% plús 24,5% og lokum sviga og ýtum á enter. Það eru 494 krónur af vörunum sem kosta 2.550. Þetta er virðisaukaskatturinn. Við getum afritað niður hér. Nú ætlum við að leggja saman virðisaukaskattinn. Smellið hér og passið að sé að leggja saman þetta svæði hér. Og verð án virðisaukaskatts er þá sama sem þessi tala hér mínus virðisaukaskatturinn. Og til að leggja saman, passið ykkur að taka ekki þessar 2 tölur með í samlagningunni, smellum hér á AutoSum og drögum yfir C16 og C17. Og þessi tala hér, hún á að stemma við þessa tölu hér. Ég ætla að vista.